Já, enn einn dagurinn, enn eitt atvikið sem við fáum til þess að huga að framtíðinni svolítið. Og framtíðin til jóla náttúrulega eins og öll önnur framtíð hulin. Og við getum svo sem haft ýmsar skoðanir á þessum dögum. Ég veit ekki hver þín skoðun en mín skoðun bara jákvæð og flott og fín og það svona viss eftirvænting í mínu hjarta allavega og þetta svona tími sem að allavega í mínu tilviki hefur alltaf verið jákvæður og fallegur og ef ég vil þá get ég rifjað upp ýmislegt kringum þetta og þá skundar maður auðvitað aftur til æskuárana því að þar var svona toppurinn á þessu mánuði öllum saman og það var meira sem gerði að verkum að maður mann ýmislegt og í desembermánuði þá fórum við nú að safna í brennur svona miðja mánuðin en það kannski ekki alveg það sem við erum að tala um hér. Við erum að tala um jólin og á þessum tíma, svona í byrjun desember þá var maður byrjaður að kíkja í búðirnar og sjá svona hvað væri til og annað og ekki ætti maður kannski mikið nöður til þess að versla mikið fyrir en maður hugaði samt að jólagjöfum handa sínu fólki og þetta var nokkuð stór hópur sem á þeim tíma var í kringum mig og við reyndum að gefa hvort öðru einhverjar gjafir og ég held að það hefði bara alltaf tekist. Svo fyrir utan það vorum við að senda hvort öðru jólakort. Ég held reyndar að við nú ekki setta í póstinn, heldur lagt þetta einhvers staðar það var í einhvern kassa sem við vorum búin að búa til sem var lesið upp úr og það var frá mér til þín og þín til mín og svo framvegis. Allt saman skemmtilegt og gott að vita af.